og sá fyrsti sem kemur hérna upp á sviðið til þess að segja okkur frá fyrsta flokknum sem við ætlum að veita verðlaun fyrir. Hann nú bara með ótrúlega frásagnagáfu sjálfur, þó hann hafi nú ekki sent frá sér neina bók eða hljóðbók og hefur mest svona sagt skemmtisögur af miðaldra foreldrum sínum, en þarf nú kannski að fara að snúa sér að öðru. Jakob Birgisson, vertu velkominn, meistari Jakob. Kvöld, svo ég get ekki lesið fyrir þig, barnið mitt. En kvöldlestri reddað, því Storytel hljóðbók þriðja foreldrið. Já, það mér mikill heiður að fá að veita verðlaun í flokki barna- og ungmennabóka. Það má segja ég sé nýlega vaksin upp úr þessum flokki og það þótti mér alveg ótrúlega leiðinlegt, svo leiðinlegt að nú á ég barn, nýbakaður faðir, þannig að ég að koma mér aftur inn í flokkinn og ætla að reyna að halda mér þar sem lengst, alveg þangað til að börnin mín fara að eignast börn. Þá geti ég verið svona góður afi og lesið góða bækur. En eigum við ekki að fá að sjá tilnefningarnar? Tilnefningar fyrir barna- og ungmennabækur. Eyðieyjan. Höfundur Hildur Loftsdóttir. Lesari Álfrún Helga Örnólfsdóttir. Systurnar Ásta og Kata hafa engan áhuga á því að halda upp á áttræðisafmæli afa síns á Eyðieyju. Enda hafa þeir ekki hugmynd hvaða klikkaða ævintýri bíður þeirra þar. Í Eyðieyjunni kynnumst við þessum skemmtilegu systrum og förum í æsispennandi ferðalag með þeim ævintýra heima. Skoffín! Þetta skoffín! 8 ára stelpa stekkur hrópandi frá vírnetskyrðingu við búr í húsdýragarðinum og grípur augun. Bekkjarfélögum hennar dauðbregður og þau líta steinhissa á hana. Þetta skrímsli! Það má ekki horfa í augun á því. Við deyjum öll! Hlaupum! Langelstur að eilífu. Höfundur Bergrún Íris Sævarsdóttir. Lesari Sigríður Láretta Jónsdóttir. Dag 1 tilveru Eyju snúið á hvolf. Mamma og pabbi fær henni gleðifréttir sem gleðja bara alls ekki neitt. Á sama tíma rakar heilsu Rögnvaldar, hins 97 ára gamla besta vinar hennar og bekkjarfélaga. Eyju finnst eins og allt sé að breytast, allt og hratt. Hvar Rögnvaldur? Fyrsti skóladagur haustsins rennur upp og Eyja getur ekki beðið eftir að hitta bekkjarfélaga sína aftur. Hún smeygir sér í sjúskaða strigaskóna sem hafa borið hana í ótal skemmtileg ævintýri í sumar. Sólgula derhúfan passar vel þessum bjarta og hlýja ágústdegi sem tekur fagnandi á móti Eyju þegar hún opnar dyrnar og valhoppar af stað. Hraustur og tryggur. Höfundar Gunnar Helgason og Felix Bergsson. Lesarar Gunnar Helgason og Felix Bergsson. Hraustur og tryggur skemmtiefni á hljóðsnældum fyrir börn. Þættirnir fjalla hundana í Rakkavík. Aðalpersónurnar eru 2 hundar, hinn greindi Hraustur og hinn fljótfæri Tryggur. Þættirnir eru fullir af skemmtiefni sem leið þroskandi kennsluefni fyrir börn. Komiði sælir, hvolparnir mínir og velkomnir til Rakkavíkur. Ég heiti Hraustur. Já, ég hundur, eins og allir íbúar í þessum litla og indæla bæ okkar. Já, Rakkavík hundabær. Á, á. Hér búa ótal tegundir hunda. Jafnt stórir hundar sem smáir, breiðir og mjóir, vittlausir og vitrir. Orri óstöðvandi, hefnd glæponanna. Höfundur Bjarni Friðsson. Lesari Vignir Rafn Valþórsson. Bókin framhald af Orra óstöðvandi, einni vinsælustu bók ársins 2018. Í senn fyndin, skemmtileg og sjálfstyrkjandi fyrir lesandann. Orri óstöðvandi og Magga Messi eru áfram lykilpersónur í bókinni og hefur aldeilis margt gerst hjá þeim síðan síðast.
Ekki beint óska byrjun á skólaárinu. Daginn áður en að skólinn byrjaði aftur eftir sérlega skemmtilegt og viðburðaríkt sumar, þar sem við stöðvuðum meðal annars hættulegustu glæpona Íslands og fengum orðu frá sjálfum Guðna forseta, ákváðum við Magga að halda síðasta í sumafríi, hátíðlegan. Planið var að ljúka sumafríinu með frábærum degi í Elliðaádalnum þar sem við vinirnir myndum skemmt okkur saman. Við sendum snapp á bekkjargrúpun okkar og létum alla vita af planinu. Langafi minn Súpermann, höfundur Óliver Þorsteinsson, lesari Sigríður Láretta Jónsdóttir. Silvía segir frá viðburðaríku sumri þegar hún fékk að fara ein til Ólafsfjarðar og gista í Brekkugötu 9 hjá langömmu sinni og langafa. Silvía sér langafa sinn í öðru ljósi og góðvilji hans lætur hana sífellt spyrja sig: Er langafi minn Súpermann? Ég gleymi aldrei sumrinu árið 2002. Spennan og eftirvæntingin var yfirþyrmandi. Ég er yngst af 4 börnum. Ég á 3 eldri bræður og allir höfðu þeir átt sumar með langafa og langömmu. Nú var komið að mér. 8 ára gömul, hávaksin miðað við aldur, tágrönn, stutt ljóst hár, freknur og allt of ákveðin samkvæmt bræðrum mínum. Já, þar höfum við það og verðlaunin hlýtur í flokki barna- og ungmennabóka. Það er Eyðeyjan, höfundur Hildur Loftsdóttir, lesari Álfrún Helga Örnólfsdóttir. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars: Geðveik saga og mjög spennandi. Söguþráðurinn er blandaður við gamlar sögur og daginn í dag og kemur vel út. Lesið rosalega vel og ekki alltaf bara með sömu rödd, heldur með mismunandi röddum fyrir persónur. Mæli með fyrir alla. Mjög góð bók, ein af mínum uppáhalds íslensku bókum. Lestur mjög góður og leiklestur fín. Mæli vel með henni fyrir 7 til 13 ára. Mér fannst þessi bók frábær. Sagan var spennandi og kom á óvart. Lesarinn las mjög vel. Takk hérlega fyrir. Við erum bara rosalega ánægðir hérna að hafa fengið þessi verðlaun og ekki síst vegna þess að það voru sjálfir hlustendur og lesendur sem höfðu mest það að segja að við Álfrún stöndum hér í dag. Eins og flesta barnabókahöfunda þá langaði mig náttúrulega að skrifa alveg rosalega skemmtilega bók sem að krakkarnir myndi rífa í sig og vonandi leið, öðlast meiri málvitund, læsi og orðaforða og sem þá er það ekki bara tekist hérna með samvinnu okkar Álfrúnar Helgu. Já, takk Hildur fyrir að skrifa svona skemmtilega bók og ég vex aldrei upp úr því að hafa gaman af ævintýrum þannig ég bara hvet alla til að hlusta eða lesa Eyðeyjuna og njóta. Takk.